Virðulegi forseti, mér langaði til að benda ykkur háttvirtir þingmenn á afgerandi niðurstöður og umfangsmikilli rannsóknarvinnu Rannsóknar- og þróunarstofnunar bandaríska dómsmálaráðuneytisins rafbyssur. Þessi rannsóknarvinna samanstóð af 2 rannsóknum notkun taser. Önnur sneri að læknisfræðilegum áhrifum tækjanna og hin að notkun þeirra við lögreglustörf. Tugir vísindamanna koma að þessum rannsóknum. Helstu niðurstöður eru þær að rétt notkun á taser ekki hættuleg og hún dregur úr meiðslum lögreglumanna sem og brotamanna. Allar niðurstöður benda til þess að notkun á taser sé jafn hættulítil eða hættuminni en aðrir valkostir við valdbeitingu. Engar læknisfræðilegar rannsóknir benda til þess að eðlileg notkun á taser valdi sérstakri hættu hjartsláttartruflunum, jafnvel þótt rafpúlsinn frá tækjunum fari brjóstkasta einstaklinga. Öryggismörkin mjög há ef tækjunum beitt í samræmi við ábendingar framleiðandans og frá læknisfræðilegu sjónarmiði engin ástæða fyrir lögregluembætti að forðast notkun á taser til að yfirbuga einstaklinga sem sýna mótþróa eða berjast á móti á handtöku. Embætti ríkislögreglustjóra á nú þegar til taser rafbyssur. Ég tel mikilvægt að sérsveitir ríkislögreglustjóra taki þau tæki í notkun við almenna löggæslu sem fyrst, en þeir hafa nú þegar fengið þjálfun á þau. Því þá myndast mikilvæg reynsla sem hægt að nota við innleiðingu taser fyrir almenna löggæslu í landinu. Það mikilvægt og áríðandi að lögreglan taki upp notkun á taser. Það mun stórauka öryggi lögreglumanna sem og brotamanna og leið spara umtalsverða fjármuni. En það mörg dæmi það að lögreglumenn hafa þurft að fara í löng veikindaleyfi vegna slysa við handtöku. Núverandi valdbeitingartæki hafa ekki dugað við allar aðstæður og það dæmi örorku eftir slíkt og ég þekki sjálfur mörg slík dæmi.